stundum verið kallaður kleinurhringurinn eða Donut Boy heima fyrir og ég veit ekki hvort að það átti að vera eitthvað grín í þessu en við fórum allavega og smökkuðum geggjaðan kleinurhring. Hello. So I am hearing a rumor that on this place you can get the best donuts in Denver. Yes, this is true. What do you recommend here? So I have donuts. You can also infuse your donuts with alcohol. Excuse me? Yeah. Alcohol? Yeah. So all the liquors I have today, I take a little pipette and I can put it in the donut. You don't have to do it. It's extra of course I have to do it. Yeah, okay. So I have a cinnamon brown sugar donut. I have a Mexican chocolate. It's a little spicy. It's really good. I'm gonna trust you and let you choose. Ooh. But I would like the Baileys in my donut. Good choice. Okay. Do you like chocolate? Oh, I love it. Let's do chocolate. Did you just want one today? Yeah, I think one will be enough. Enough? Yeah. Okay. Og eitt svona donut, þetta er bara eins og að taka tvöfaldan gin and tonic. Kom með donutið inn. Herðu, veistu hvað þessi heitir? Hvað? Loco Coco. Loco Coco. Sem sagt, setti Baileys inn í hann. Sér hérna þörn, svona sprautu. Sprautaði bara svona Baileys á 4 stöðum inn í hann. Þannig að það er áfengi í þessu. Og þú ert með bara þína 2 helstu óvinni þarna fyrir ramaði, kolvetni og áfengi. Góður punktur. Ó, guð minn góður, blöð. Þess að grínast það. Nei, þegiðu. Ok, þetta er sjúkt. Inn í þessu, bara svona blautt Baileys-bragð og þú finnur ekkert áfengisbragð. Þetta er bara svona, bara geggja bragðinu. Það er bara eins og sé eitthvað krem inn í þessu hérna. Þú verður að smakka þetta. Jesús!